Í dag hefur verið hvasst á öllu landinu og úrkomusamt sunnan- og vestanvert landið en yfirleitt þurrt norðaustan til. Það mældist frost niður í 9 stig á Fáskrúðsfirði í nótt en það hlýnaði allverulega í dag og hitinn komst í 14 stig á nokkrum stöðum þar á meðal á Dalatanga og Sauðanesvita. En á stóra kortinu frá hádegi í dag þá sjáum við á milli Vestfjarða og Grænlands lægðin sem hefur verið að valda veðrinu hjá okkur í dag og þróunin á henni sú að hún færist norðaustur þannig að það grynnist smám saman á milli þrýstilína í nótt og fyrramálið en svo þegar líður á morgundaginn þá kemur næsta lægð upp að landinu og úrkomu frá henni kemur inn á landið annað kvöld. Þannig ef við skoðum hér hitasviðið þá var hlýtt loft yfir landinu austanverðu í dag og til morguns þá kólnar heldur allt land og var farið að vera éljagangur vestanvert landið seinnipartinn og á morgun má reikna með að verði svalt hjá okkur en svo hlýnar annað kvöld og aðra nótt og á mánudaginn verður tiltölulega hlýtt loft yfir landinu. Þannig að ef við horfum hér á hreyfimynd sem sýnir hvernig viðvaranir breytast frá því klukkan 20 í kvöld og en smám saman falla þessar viðvaranir úr gildi í kvöld og nótt, fyrst landið sunnan og vestanvert og og eftir klukkan 3 í nótt eru alla viðvaranir komnar úr gildi og áfram tekur að lægja eftir því sem líður á nóttina og morgundaginn þangað til fer að hvessa á ný annað kvöld. Þannig að staðan hádegi á morgun sú að það verður suðlæg átt, vindhraði yfirleitt svona frá 5 og upp í 13 metra á sekúndu víðast hvar en gæti þó slegið í hærri vindpílur eða vindhraða norðan við fjöll til að mynda norðan Vatnajökuls og það má búast við að verði bjartviðri að mestu leyti á norður- og norðausturlandi en skýja með köflum sunnan og vestan til og þar verða él af og til á morgun. Og hitinn verður svona frá frostmarki og upp í 3-4 stig. En svo tekur að hvessa aftur annað kvöld og hreyfimyndin hér sýnir vind og úrkomu frá því klukkan 12 á hádegi á morgun og seinnipartinn á morgun og annað kvöld verða úrkoma allt sunnan- og vestanvert landið og aðra nótt má gera ráð fyrir að það verði aftur komnar í gildi viðvaranir vegna vinds, sérstaklega þó á hálendinu. Þannig að hádegi á morgun hádegi á mánudag staðan líklega sú að það verður gular viðvaranir víða á landinu og ég set þær bara hér inn á mitt hálendið þar sem þær verða alveg örugglega í gildi en vindhraði verður víðast svona frá 10 og upp í 20 stig, 20 metra á sekúndu og hitinn verður svona 5 til 10 stig og það verður rigning allt sunnan og vestanvert landið en skýja með köflum og yfirleitt úrkomu lítið á norðanverðu landinu. Og svo verður þetta meira og minna allan mánudaginn en dregur svo úr þessu á mánudagskvöld og á þriðjudag reiknað með að verði suðurlæg eða suðvestlæg átt, strekkingsvindur víðast hvar og rigning eða skúrir allt sunnan og vestanvert landið og heldur kólnandi í bili en yfirleitt þurrt á norðaustur- og norðurlandi. Og á miðvikudag gera spár núna ráð fyrir að verði kólnandi á ný og hitið rétt í kringum frostmark, bjartviðri allt norðan- og austanvert landið en víða él sunnan og vestan til. Og ef við skoðum hér aðeins meginland Evrópu þá reiknað með að verði eitthvað snjókoma á fjallvegum í Norðurlöndunum á morgun en sólríkara og svalara eftir því sem sunnar dregur, svalt víða í álfunni og til að mynda má reikna með að það verði einungis 5-6 stiga hiti þar sem að jarðskjálftarnir voru í Tyrklandi. Og ef við skoðum hér aðeins Íberíuskaga þá búist við skýjuðu að mestu leyti þar og hiti svona frá 10 upp í 20 stig og eins má gera ráð fyrir að verði skýja með köflum eða bjartviðri víðast hvar á Kanaríeyjum en þó má búast við einhverjum skúrum á Gran Canaria. Og í Norður-Ameríku úrkomusvæði í kringum Washington en annars staðar gert ráð fyrir nokkuð þurru veðri á morgun. En hjá okkur ganga viðvaranir smám saman úr gildi í kvöld og nótt og á morgun reiknað með að verði skaplegasta veður miðjandaginn en hvessi svo aftur annað kvöld með rigningu sunnan- og vestanvert landið.
Veriði sæl.